Síðan fer ég aftur þegar ég skipt lækni og fer hér og þá þegar við hjónin sitjum heima eitt kvöld og ég fæ þessa tölur, þá hringir læknirinn í mig og segir, þetta nú að hækka. Svo við fáum algjört áfall, getur það verið, þetta bara allt saman búið. Algengasta krabbamein hjá körlum, 1 af hverjum 6 það bil greinast og 200 greinast með þetta krabbamein á ári hér á Íslandi og 50 deyja völdum þess. Skýra frá hvað blöðruhálskirtillinn hvar hann og hvert hlutverk hans aðeins að ræða sjúkdóma sem að geta tengst þessum kirtli og helstu einkenni þeirra. Ég held að ég segja við okkur sem greinumst með þennan sjúkdóm, þeir skulu ganga út frá því að lífsgæðin þau breytast og þau verða öðruvísi. Ef það getur ekki þá þið heppin. En þegar við fáum sjúkdóm þá þurfum við að kynna okkur eða þekkja rétt okkar. Hvað fjölskyldan? Það þú? Það ekkillinn, sá fráskildi, hver fjölskyldan hans? Og allir valmöguleikar, ákvarðanir, þær hafa einhverja áhættu í för með sér. Meinið vex það mikið að þrengir að þvagrásinni, þá veldur það þvagtregðu. Þetta hjónasjúkdómur en ekki einstaklingssjúkdómur. Og að annars maka eftir aðgerð, hverjir eru þarfir eiginkvennanna? Kirtillinn hann umlykur þvagrásina. En góðu fréttirnar, það eru líka þær að þetta hægfara sjúkdómur. En staðbundi krabbamein veldur sjaldan svona almennu slappleika. Mikilvægasti þátturinn aldur, komið inn áður, meðalaldur við greiningur 70 ár eða rétt rúmlega. Og það þessar kenningar sem eru umdeildar að skortur á D-vitamini, einkum á sólarljósinu, getur við einn af þessum orsökum. Og það hefur verið talað þá meðan þess athugun sem American Public Health Association hefur birt, það sem 26 greinar, það sem töldu að þarna veri fylgni á milli. Erfðafræðin spilar stórt hlutverk, að þá gangur sjúkdómsins verri hjá þeim sem eru yfir kjörþyngd. Og það mjög margir sem vita ekkert þetta PSA-gildi og vita ekki einu sinni hvað gildi þeir hafa þegar þeir eru búin að fara í skoðun. En PSA stendur fyrir prostata-specific antigen, sem eggjahvítuefni sem framleitt í kirtlinum. Ég hef hitt menn sem fóru beint úr ræktinni í PSA-mælingu og hafði ekki hugmynd það mætti náttúrulega alls ekki. Þetta mælt í blóði og það sem sagt fer út, hluti af þessu efni fer út í blóðið og eftir sem framleitt meira í kirtlinum þegar meira fer út í blóðið. En svo þetta líka sem stór spurning sem ég vissi ekki í upphafi að það skiptir máli þessi gildi og það við talað það að gildi upp að 10 að þau geta talist og geta tengst góðkynjastækkun, herra gildi en 10, það eru hættumerki. En þetta ekki algilt, það getur líka verið með lággildi og samt verið með krabbamein. Viðmiðunargildi hjá yngri en 50 ára eru 2,5 en 6,5 hjá þeir sem eru milli 70 og 80. Fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein að þá hafa blöðruhálskirtilskrabbameinsfrumur sérstaka tilhneigingu til að fara til beina og eitla eins og hefur komið fram. Og það fyrsta sem gert að kirtillinn þreifaður. Ég hef tvisvar farið í vefsýnatöku. Í fyrra skipti þá hækkaði gildið 65% á 2 mánuðum og það tók 9,5 mánuð að lækka niður í fyrra. Þetta gert bara í staðdeyfingu, þar sem deyft með örfínni nál. Og eftir að búið að greina meinið, þá eru framkvæmdar svokallaðar stigunarrannsóknir, þar sem viðkomandi sendur í sneiðmynd til þess að meta hvort að meinið hafi breytt úr sér. Fyrstu viðbrögð segja læknarnir bara fjarlægðu meinið, svo kemur eftirsjáin og athugun sem eru gerð hér á Íslandi sýnir að 30% sjá eftir því að fara í meðferð. Skorinn í raun og veru þarna fyrir neðan blöðruna og þvagrásina og síðan þvagrásin tengd aftur við blöðruna. Nú óvissa aukaverkana, ég vildi vita meira það. Ég var ekkert brennlega viss það hvort ég nokkuð betri stöðu eftir að hafa farið í aðgerð. Og það hefur líka verið sýnt að makar sjúklings með blöðruhálskirtilskrabbamein, þeir upplifa meiri sálarlega vanlíðan og verri lífsgæði heldur en eiginmaðurinn, sá sem að fá sjúkdóminn. Og þær helstu aukaverkanir eru truflun á risi. Eiginkonur leggja meiri áherslu það að maðurinn fari í aðgerð og hann sé þá lifandi en eiginmaðurinn hefur meira áhyggjur af kyngetunni.
Hvað er hægt að gera við svona stinningatruflunum? Það er hægt að gefa þessir stinningalyf. Sjúklingur á rétt að fá álit annars læknis á greiningu, meðferð, ástandi og batahorfum. Annars þetta vöktuð bið, það sem að bara bíða, gera ekkert. Hins vegar það sem ég að tala hér, það vöktuð bið með aðgerðum, það að segja gera eitthvað, ekki bara bíða. Og enga meðferð má framkvæma án samþykki sjúklings. Undanfarin ár hefur verið meiri vitneskja svokallaða kaflaskiptameðferð, það er að segja hlé á milli hormónahvarfsmeðferðar og það sem fylgt eftir með PSA og testosterón. Að það er mikilvægt að aðstandandi geri sig grein fyrir að það er þörf fyrir hann. Það er engin ástæða að upplifa að hann sé fyrir. Og svo má maður ekki gleyma því að þetta er ábyrgð og maður má ekki ganga það langt, stoppa við því að maður hefur líka ábyrgð gagnvart sinni fjölskyldu. Það er ljóst að við höfum langt í land með að finna orsök blöðruhálskirtilskrabbameins og það er ýmsir meðferðarmöguleikar í náinni framtíð sem eiga að bætast við það sem við höfum núna. Og það er mjög gaman að segja fólk já, nú er ég búin að fatta þetta, ég veit hvað ég vil. Og eiginkona segir, heyrðu, þú aldrei sagt þetta áður, það var akkurat þetta sem ég vildi heyra.